ef við erum á jörðinni, að þá mælum við sem sagt svona braut sem að geimfar á að lenda á sem 3600 metra og það sem sagt spurt hver eiginlega lengdin sem sagt við mælum í geimskipi sem að fara að lenda á sem sagt þessari braut sem á hraðanum 4 sinnum 10 í 7. Þessi hraðinn á geimskipinu 4 sinnum 10 í 7 metra á sekundu, sem sagt í raun og veru því við erum alltaf að nota sem jöfnuna fyrir hraða. Og hver þá lengdin á flugbrautinni? Og ef við förum í bókina þá sjáum við það að vitum við það að við erum að fara að mæla styttingu, sem sagt því að það er það sem við sjáum. Við sem sagt erum með L0 sem 3600 sinnum rótin af 1 mínus u í öðru deilt í c í öðru. Og ef við skellum þess inn í þá fáum við sem sagt 3600 sinnum rótin af 1 mínus 4 sinnum 10 í 7. Nú erum við að passa sko svigana, setjum þetta bara hérna inn í annað veldi, 7. í öðru veldi, deilt með 3 sinnum 10 í 8. í öðru veldi. Og við ætlum sem sagt að finna út styttinguna, þannig að við tökum bara rótina fyrst, þá erum við sem sagt 1 mínus, passa okkur sem sagt hvað við erum að svona og svona, 10 í 8. Það sem á að vera inn í sviganum sem sagt gefur okkur sem sagt 3600 sinnum 0,99, svona cirka það sama sem við sjáum 1071 eitthvað. Markvöldu það með 3600 og fáum út af flugbrautin verði svo mikið sem mæld frá úr geimskipinu 3568 metrar. Og svo spurt sá sem á jörðinni, hann mælir tímabil frá því að geimskipið beint yfir öðrum endan á brautinni þangað til hann alveg komin á hinn endan. Hversu langan tíma tók fyrir geimskipið að lenda, að fara héðan og hingað, það stoppar hérna. Hérna kemur og hann byrjaði að taka tíman hér og endar hér. Og sá tími, ef við mælum það, að þá tíminn sem að tók okkur þegar við mældum það, því það sem að við erum á brautinni hér, eitthvað P hér og horfum á brautina, að þá erum við með eitthvað sem að það x er jafnt og vaff sinnum T ekki satt, og við ætlum svona tíma þegar við erum með x deilt í vaff, en við erum með 3600 metra, það er lengdin af brautinni fyrir okkur, deilt í 4 sinnum 10 í 7 metra á sekundu, og ef við sláum þessu inn í vassauðni, þá fáum við svo mikið sem 10 í 7 cirka 0,00009 sekundur, hvað var því. En ef við, svo spurt í sélinu hvað tíma mælir eiginlega flugstjórinn í kokpitunum á geimsflauginni, hversu langan tíma tók hann fyrir hann að stöðva geimfarið. Þá er það aðeins öðruvísi. Þá erum við að velta fyrir ykkur þetta x það var L0. Núna erum við með L. Þannig við erum með L deilt í vaff, það er 3568 deilt í 4 sinnum 10 í 7. Og ef við sláum því inn, þá fáum við svo mikið sem 0,00089 sekundur, þannig að munar 0,00001 sekundur minna sem að tekur. Og þá er þetta dæmi komið.